Óli, þú ert komin í hreppinn og þetta var nú í leikur allan tíman. Jafnt. Hvað finnst þér að vera ráða úrslitum? Bara fjórði leiklutin eða síðustu 5 mínúturna hvað sem það var. Við bara náðum bara ekki að kaupa okkur heldskörfu og það liggur bara munurinn. Við bara, þetta er þriðji leikurinn í röð sem við lendum bara í þessu. Við bara getum ekki keypt okkur körfur og í lokleikja til að klára það. Í leikum sem okkur líður jafnvel bara frekar vel með, en við erum bara sóknarlega allt í einu að tjóka. Það er bara dýrt og þetta er mjög mikilvægir leikir fyrir okkur. Við erum heldur súrir. En þú með skemmtilega stráka, svona jafnt lið og stráka á góðum aldri og þú þarf nú ekki að kenna þeim körfubolta. Flinkir og Snjólfur og Kristófur góðir og... Ég er náttúrulega með stórkostlegt lið í höndunum. Ég er með 14 leikmenn í þessum hóp og ég þarf að taka ömurlega ákvörðun í einhverjum einasta leik nánast. Veikindi hafa gert með verkum að ég þarf ekki að taka þessar ákvörðunir núna á síðkastið, en það er alltaf einhverjum sem situr út af sem hafa ekki skilið og einhver sem spila lítið sem hafa ekki skilið, en ég er rosalega ánægður með að leikmenn eins og Halldór Fjalar í dag, stórkostlegan fyrir hálfleik, frábærinn og einhvern veginn næ ekki að koma inn á í seinni hálfleik sem er bara mitt klikk og hann á bara fyrst við erum hér, þannig að við fá eitt smá rós, bara frábærlega gert hjá honum. Já, hann kom mjög sterkur inn í fyrri hálfleiknum. Og þetta er bara allir strákarnir, þeir eru búin að vera mjög góðir í því að koma inn með orkuna þó þau séu að spila lítið, en nýta tækifærin sín. Það er ekki þeim að kenna að við töfum þessu leikjum og þetta er bara, ég veit ekki hverju erum að kenna, bara nema að við náum ekki að setja körfur í lokin. Og hann Will, hann er að vaxa svona á tímabilinu. Eða hvað? Bara horfa á hrunamönnaleikina. Hann er betri heldur á móti hrunamönnum í Kenó. Þetta er svona spurning hvað þú horfir á Will sem. Því Will er náttúrulega bara í raun og veru, ef þú horfir á sem íslenskan leikmann, er að gera ótrúlega mikið fyrir okkur. Já. Og hjálpar okkur með hlutið sem okkur vantar því við erum með lágvaxnir. Þannig að við erum alveg ánægðir með það sem hann kemur að borðinu. En hann er ekki atvinnumaður. Ég hef ekkert út á hann að setja þannig og hann gerir ágætlega í dag og hann þarf að sitja lengi í seinni hálfleik þegar við reynum að hlaupa þess að það. Já. En það kom þarna þegar þið fóru sjálfur að stjórna tempóinu, smá stund þarna að milli leikhlutana 3 og 4, þá var leikurinn svolítið í ykkar höndum í nokkra mínútur. Já, það var okkar, það er það sem við ætluðum að gera, hlaupa það á og það tókst í tímabilum. En svo eru líka moment í þessu leik eins og í öðrum leikluta held ég ekki hvað með að við erum komnir með leikinn einhver 8 stigum yfir og okkur bara fyrirmunað að drepa leikina. Í staðan fyrir að setja einhver 2-3 körfur viðbót og reyna það skilstilega. Það fáum við einhver 5 stig í grímuna og þetta er bara eitthvað 3 stiga leikur þegar við fyrir minni í hálfleikinn. Það er svona hlutir sem við erum bara ekki nægilega klárir kannski bara í lokin eða ég veit ekki, við erum ótrúlega klára leikmenn. Það er bara svona, það vantar smá upp á þessum momentum hjá okkur að klára leiki. En hvernig þú ert að mæta liði hrunamanna? Er eitthvað nú þarf ekki að spila við aftur á þessu ári. Getur þú uppljóstað einhverju leyndarmál, eitthvað sem þú ætti að gera sérstakt fyrir þetta lið? Nei, ég held sér ekki rétt í mann að svara vegna þess að við erum búin að reyna hans í mark og við erum búin að tapa fyrir þeim 3 svar. Þannig að, en þú veist, ég verð samt bara að gefa hrós á alla sem að spila í þessu liði vegna þess að, Gilbert er náttúrulega stórkostlegur leikmaður, hann er langbesti leikmaður í þessum liði. En hinnir fá mikið sjálfstraust með honum og er að setja skotin. Við hefum reynt að gambla að láta þá skjóta og bara hitta þeir. Þannig að mér finnst bara það sem er að gerast mjög jákvætt og líka bara í þessari deild þeir hrunumenn eru samt bara með 2 erlenda leikmenn, 2 atvinnumenn í liðinu. Það eru ekki mörg lið sem státa því og geta fyllt í liðinu með íslensku leikmennum. Ármann. Já, en við erum alltaf í bænum, hrunumenn eru út á landi og ég ber rosalega mikla virðingu fyrir því sem er að gerast hérna inni og það sem hún farið með Gilbert og Sam líka einhvern veginn, mann finnst hann ekki geta neitt svo sitt gílan þessu einhvern veginn. Ég er ógeðslega pirraður, svona er þetta. Við erum gert fyrir námi. En áfram Ármann, hlökkum til að hafa ykkur áfram í deildinni næsta ári. Já, sem betur verið það ekki hættu. Takk fyrir spjallið. Takk.